Það alls ekki gott þegar starfsmenn í stjórnsýslunni verða svo samdauna kerfinu og við vitum kannski ekkert hvernig það lítur út. Það eru fólkið þarna úti sem getur sagt okkur það, vissulega. Og það þannig, þrátt fyrir það sem kom fram hérna áðan, að Umhverfisstofnun telur að einföldunarverkefni séu mjög spennandi verkefni og nauðsynleg. En það kannski ekki svo einfalt að einfalda alltaf. Við höfum fundið fyrir því og tekið þátt í einföldunarverkefnum. Mörg þeirra hafa verið farsæl. Við komumst til dæmis að þeirri niðurstöðu árið 2009 að velferð dýra væri nokkurn veginn sama málið hvort sem væri að ræða búfé eða gæludýr. Að ef að dýr á bágt þá þarf það væntanlega mat og umsjá dýralæknis. Það kerfið var til, við lögðum til að þetta yrði sameinað og ég veit ekki betur en að þetta hefði gengið bara ljómandi vel. Það þarf að meta hvert tilvik og vinna þetta nákvæmlega ofan í kjölinn til að raunveruleg einföldun náist. Við vinnum í mjög flóknu og umfangsmiklu regluverki. Við erum að framfylgja hundruðum reglugerða hjá Umhverfisstofnun og við vitum eiginlega varla sjálf hvað þær eru margar. Enda það sífellt að breytast. Við sendum kannski 19-20 reglugerðatillögur niður í Umhverfis- og auðlindaráðuneyti á ári. Það að koma kannski 50 mál til greiningar á EES-samningnum á hverju ári. Þetta ansi mikið. Og við þurfum kannski aðeins betra tón. Og ég var aðeins að skjóta hérna saman nefi við Pál hérna áðan, að við þyrftum aðeins að gefa okkur betri tíma við innleikar til þess að skoða hvað getum við sameinað, stillt saman strengi, auki samvinnu þegar við erum að setja nýja reglur. Þetta virkar eitthvað lítið hérna. Svona. Það ákaflega mikilvægt að fjármunir hins opinbera séu nýttir á skilvirkan hátt. Við þurfum að vinna saman þessar stofnanir. Það auðvitað skilyrðislaus krafa. Það var minnst aðeins hér á heilbrigðisnefnd sveitarfélaganna og Matvælastofnun. Við erum að funda reglulega með þessum aðilum þar sem að samstarfsfletirnir eru einna stærstir. Hvað það sem við viljum í einföldunarverkefni? Viljum við styttri tíma, eina stofnun í stað margra, minna svona bögg, minni kostnaði eða skýrari og fyrirsjáanlega kröfur. Kannski allt þetta. Við verðum að vita hvað við viljum og við verðum að vita hver markmiðin eru með öllu uppalega gríninu. Þetta svona sama mynd og Stefán setti upp, nema hans var svolítið fallegri. Myndir og annað slíkt. Ég ekki eins flink að setja saman svoleiðis, en við höfum svona kannski beinan viðskiptavin og annan ósýnilegan þegar við erum að afgreiða hvert einasta mál. Það eðlilegt að stjórnsýslustofnanir séu undarlegar. Við sjáum ekki alla sem við erum að sinna á sama tíma og að fá 100% ánægju held ég sé bara vonlaust. En við reynum okkar besta, þurfum að ná árangri fyrir almenning, fyrir náttúruna og fyrir þann einstakling sem að sækja til okkar hverju sinni. Til hvers regluverkið? Þetta eru fleiri fyrirlesur sem eru búin að koma inn á hérna í dag. Við þurfum að huga markmiðinu hverju sinni og skilgreina það og í sumum gamlum reglum hefur það ekkert verið gert. Þess vegna þurfum við að fara af stað í fleiri einföldunarverkefni og komast að kjarnan. Til hvers? Flesta reglugerðir sem við erum að sinna snúa einhver leyti að vistkerfinu eða þá heilsu eða hvoru tveggja. Vistkerfinu sé ekki stefnt í hættu. Við vitum til dæmis að efni sem er notað í fatnað getur endað út í náttúrunni og forstjóri kom hérna inn á svolítið fataiðnaðinn. Þetta eru geysileg áhrif. Það hafa verið samdar svona reglur og komið fram áherslur í alþjóðasamstarfi. Það náttúrulega þannig að umhverfismálum þá náum við ekki árangri í mörgum af þessu stóru málum nema með samvinnu og með alþjóðlegri samvinnu. Það gerist bara ekki neitt að ráði. Og við höfum leiðsögn. Það gert ráð fyrir því að það séu samþætt umhverfissjónarmið inn í alla aðra stefnumótun. Menn eru búin að komast að því að það skynsamlegt. Vinna þetta samhliða. Við þurfum að beita fyrirbyggjandi aðgerðum og lausn við upptök gríðarlegt áherslumál. Þess vegna meðal annars hefur Umhverfisstofnun lagt gríðarlega áherslu á skipulag hafsvæða. Og á endanum þetta örugglega ódýrari leið fyrir alla. Mig langar að segja ykkur svona að lokum frá einföldunarverkefni sem í vinnslu og búin að vera reyndar á dagskrá ansi lengi hjá Umhverfisstofnun. Það snýr að samræmingu á reglum grænt bókhald og útstreymisbókhald.
Til að rifja þessu upp má nefna að grænt bókhald hráefnis- og losunarbókhald fyrirtækja. Það samið að danskri fyrirmynd og kemur til á undan útstreymisbókhaldinu. Útstreymisbókhaldi aftur á móti losunarbókhald, svona afmarkaðari þáttur má segja, en að hluta til það sama. Og fyrirtækinu eru búin að segja í mörg ár, við erum alltaf að skila því sama og til ykkar, aftur og aftur. Þetta ekkert sniðugt. En núna stefnum við á rafræn skil, saman þessar reglugerðir, samræmum framsetningu tölulegra upplýsinga og við vildum vinnslu tölfræðilegra upplýsinga til að birta almenningi. Við verðum að passa það, allar þessar upplýsingar sem við erum að safna, að það fari ekki bara upp í hillu eða í skúffu eða í eitthvað svona gagnagrunn hana einhvers staðar. Við verðum að setja þær fram og nýta það sem best. Og þetta verkefni mun líka stuðla að einfaldari skilum umhverfisstofnunar til Evrópu vegna útstreymisbókhalds. Það einmitt samræmt og metið evrópska vísu sem mjög gott. Þannig að ég veit reyndar það að það þarf að breyta lögum einhverju leyti til þess að þetta geti náð fram, þannig að það ekki allt komið í höfn, en við erum spennt og vonum að þetta geti orðið að veruleika sem allra fyrst og höfum áhuga á því að taka þátt í fleiri spennandi einfaldunarverkefnum með ykkur.